Komið sæl og blessuð, kæru Vatnsmerki. Nú ætlum ég að gera dálítið nýtt sem ég hef ekki gert áður og það er að segja hér á rásinni að lesa í rúnaspil. Ég hef prófað að lesa í rúnir. Það er ákveðin reynsla út af fyrir sig. Ég hugsa að þessi spil séu ekkert síðri. Þau eru íslensk, ég kann eiginlega engin meiri deili á þeim en það sem stendur hér. Ég skal bara lesa þetta, Fúþark, íslensk rúnaspá, anno Dómini 1997, hönnun og texti Oddur Sigurðsson, Óþýla, Reykjavík, Ísland. Ég er búin að eiga þessi spil mjög lengi og þau eru greinilega yfir 20 ára gömul, þannig að ég sé bara búin að eiga þau hátt í það. Einhvers staðar varð ég mér út um það að ég man ekkert hvar. Man ekkert alltaf hvaðan spilin mín koma. En þetta er lögnin sem við ætlum að nota. Hún er bara einföld. Það er bara staðan núna. Það sem hefur sterk áhrif til breytinga eða batnaðar og síðan nýja staðan eftir að áhrifin eru gengin í gegn. Við höfum þetta hérna til lesjunar bara og þá bara byrjum við. Þetta verður örugglega skemmtilegt. Við erum að blanda hérna saman rúnum, spilum, stjörnumerkjum. Já, og ekki má gleyma reykelsinu. Þannig að hér eru austurlensk og vestræn fræði að blanda saman á skemmtilegan hátt. Heiðin og allt þar á milli. Ok. Þá bara kýlum við á þetta. Staðan í núna. Hún kemur hér. Áhrifin. Og nýja staðan. Eftir vikuna, skulum við segja. Við erum að kíkja aðeins inn í vikuna. Nútíðin. Þar er verið að biðja þig að svara betur kallinu að gera það sem gera þarf. Þú mátt ekki sofa á verðinum og þarft að grípa tækifærin sem eru allstaðar í kringu þig. Ertu búin að vera eitthvað svona að slugsa að gera hluti eða skorast undan þegar að verkefnin hafa komið til þín eða þegar fólk er að biðja þig að gera hluti? Þú ert kannski að missa af einhverjum góðum tækifærum með því. Þannig að þessi rún, hér stendur Algeirs, hún er að biðja þig að vakna og taka betur eftir. Kæra Vatnsmerki. Vatnsmerkin eru auðvitað fiskar, krabbi og sporðdreki. Og hér kemur áhrifarúnin og hún heitir Nauðis eða Nauð. Hún er að tala að einhver hefur lagt stein í götu þína eða einhverju hindrun er framundan. Þú hefur átt þinn þátt í þessari hindrun, þannig að þú átt þinn hluta af ábyrgðinni. Nauðis er þér innan handar á þann veg að þú gerir þig grein fyrir þeim vanda sem þú þarft að sigrast á. Þannig að þetta er allt í samhengi við það að líta betur í kringu þig, taka betur eftir hlutum, grípa tækifæri og ef þú sérð einhverja hindrun að horfast þá í augu við hana og takast á við hana. Því að þú átt einhvern part
í þessari hindrun. Allavega ber þér að taka ábyrgð á þínum hluta. Þú þarft að gera þér grein fyrir því hvað það er sem þú þarft að sigrast á og bara takast á við það með æðruleysi og hugrekki. Þetta er rún, þolinmæði líka. Þannig að gefðu þér þann tíma sem það þarf en ekki sofna samt á verðinum. Og þú þarft að vera vakandi þó þú takir tíma. Ekki láta líða of langan tíma. Ok, þannig að þú getur skoðað bara í vikunni hvað er það sem stendur í vegi fyrir mér. Hvaða hindrun þarf ég að takast á við og eitthvað þarf að gera. Síðan er það nýja staðan þín þegar að þetta er búið að gangi í gegn og þú ert búin að tækla þessa hindrun, allavega að sjá hana og vita hvernig þú átt að takast á við hana. Þá kemur rún sem heitir Berkana og hún er öfug. Ályktanir þínar virðast byggðar á ranghugmyndum sem standa áætlunum þínum fyrir þrifum. Þið skorti kjark og áræði til að hrinda áríðandi verkum í framkvæmd. Íhugaðu vel hvar skóinn kreppir og gefðu dálítið á sjálfum þér, það hjálpa þér að takast á við þau verk sem aðeins verða þér til góðs. Þú ert sem sagt ekki með raunhæft mat á því sem er að og því sem virkilega þarf að gera. Ég var að segja áðan að takast á við hlutina af æðruleysi og kjarki. Því skortir kjark. Og þetta eru áríðandi hlutir samkvæmt þessu sem það þarf að gera. Þannig að þetta er eitthvað sem að þú mátt ekki bara láta drabbast eins og maður segir. Hvar kreppir skóinn? Hvað er vandamálið? Sýndu nú kjark og dug, gakktu í þau verk því að það mun bara verða þér til góðs. Kæra vatnsmerki. Þetta er svolítið bara pínlítið klippt og skorið finnst mér. Skýrt og skorin ort. Ok, þetta er vikan. Lok janúar og fyrsta vika febrúar. Gangið bara vel með þetta, kæra vatnsmerki. Ljós og kærleikur til þín.